Í sundhöllinni í Keflavík fer fram öflugt íþróttastarf þó ekkert vatn sé lengur í lauginni. Hnefaleikafélag Reykjanes hefur komið sér fyrir þarna á þessum skemmtilega stað og þar eru nú stundaðir ólympískir hnefaleikar af miklum kappi. Það er Guðjón, þú átt ljúfar minningar hérna úr gömlu sundhöllinni sem einn af stofnendum Hnefaleikafélags Reykjanes. Já, heldur betur. Það er virkilega gaman að koma hérna núna og sjá svona starfið aftur komið í fullan kraft og þessi kynslóð sem er að taka við er greinilega að gera góð hluti. Náttúrulega margar minningar búið að vera haldin mótirna og skemmtilegi tímar og vonandi eru þeir bara að fara að koma aftur hjá þessari stjórn sem er núna komin og þessum strákum sem er að taka við. Hvað er box? Þetta er svona svolítið fjarrænt fyrir marga sem að veit ekki alveg hvað þetta snýst. Mörgum finnst þetta að vera eitthvað tengt ofbeldi. Hvað getur þú sagt ykkur á það? Nei, þetta er eins langt í frá eins og hægt er og sérstaklega núna það sem er að fara fram hérna í húsinu núna, þetta heitir Diplomabox og er eftir sænskri aðferð. Þetta snýst bara vörn og tækni fyrst og fremst og má ekki gefa þunghögg. Þannig að þetta er svona eins langt frá ofbeldi og eins og hægt er og ég held að við séum búin að sjá það núna á þessum tíma frá þetta á Leif 2001 hversu í raun og veru hvað þetta er búið að fara hljóðlega og hvað þetta er að fara vel fram og eins og þetta starf núna, þetta er bara unglinga- og barnastarf sem er að eiga sér stæðina núna í dag. Og þetta er bara, þetta er eins langt frá ofbeldi svo hægt er að hafa held ég. Góð íþrótt fyrir ungmenni? Já, mjög uppbyggjandi og krakkar hafa mjög gott að fara í það og það er líka kannski svona hópur sem kemur í boxið sem hefur kannski ekki fundið sér annar staðar og er að finna sér hér og ef það er lítið yfir en að fjölda af krökkum sem er hérna núna þá er það eiginlega bara meirhlutin af þessu krökkum hefði ekkert fundið sér annar íþrótt. Þannig að þessi íþrótt, hún átti svo sannarlega inni að fá að vera hérna. Hvað með árangur? Ég meina við höfum átt nokkra þekkta kappa hérna eftir stofnun félagsins. Já, það komu nokkri strákar sem virkilega slóu í gegn og margir muni eftir. Og ég held að það sé svona, fyrst til að byrja með þá var náttúrulega, sko þá voru þetta strákar sem voru rosalega orkumiklir og fundu sér kannski ekki annars staðar, komu hérna inn og slóu alveg gjörsamlega í gegn. Og ég held að svona, síðan þetta búið að vera svona meiri þróun út í íþrótt meira, krakkarnir byrja yngri og það næst svona kannski að stýra þeim betur upp í og það er kannski það sem er að gerast núna, þeir eru kannski með lengri grunn en árangurinn, mér finnst til dæmis ég er mjög hrifinn af því sem er að gera hérna núna að Hnefaleikafélag Reykjanes skuli vera fyrsta hnefaleikafélagi til að vera fyrirmyndafélag í ISÍ, það er virkilega gott og það er eitthvað sem hefur ekki tekist áður og Björn og félagar hér eiga mikið hrós skilið fyrir það. Þið hljótið nú að vera standa ykkur vel hérna úr því að þið eruð að verða fyrirmyndar félag. Hvað þurfum við að gera til þess? Það er bara fyrst og fremst samvinna. Við vinnum rosalega vel saman hérna í Keflavík. Það er náttúrulega búið að vera félag lengst af öllu félögum í landinu og síðan við erum með rosalega sterkan hóp, rosalega mikið af unglingum sem eru duglegir að mæta æfingar, duglegir að koma til keppni og akkurat núna þá erum við með 9 að keppa og foreldrarnir koma sterkir inn í þetta. Rosalega mikið samvinna hjá stjórninni. Núna loksins eftir alveg 14 ár frá stofnun þá erum við að komast inn sem fyrirmyndafélag hjá ISÍ. Hvað er þetta með öflugt starf? Er æft hérna oft í viku? Og við æfum 6 daga vikuna hér. Og þetta er alveg súper aðstaða hérna? Þetta er drauma aðstaða. Þetta er eldgamalt hús og hún stendur rosalega sterkt hérna. Og hátt til loft og getum ekki beðið betra. Þegar ég spurði hversu góð íþrótt þetta sé fyrir ungmenni, hverju svarar þú því? Þetta er frábær íþrótt fyrir ungmenni. Þetta þjálfar alla líkamann og það er rosalega krefjandi og það er fyrst og fremst að það er áhersla á samvinnu hér. Við erum að vinna með einstaklingunum og þetta er einstaklingsíþrótt. Við erum öll mjög ólík og íþrótti er eitthvað sem byggir sjálfstraust hjá ungmennum í dag. Það er ekkert, ég meina að það sé ekkert sem byggir sjálfstraust á ungmennum og íþróttir og sérstaklega hnefaleikar. Það sem að við þurfum alltaf að passa að það fari ekki alltaf fast eða gleymi sér ekki en það að geta stjórna sjálfu sér og stjórna skapsveiflum og athyglinni, það er mikilvægast sem að unglingar geta gert. Jæja, er það algengt að séu stelpur í þessari íþrótt? Ekki svo, en það er verið að fjölga núna mjög mikið. Hvernig kom til að þú byrjar að æfa? Ég vantaði eitthvað nýtt. Þannig að ég bara hugsaði box og það var mjög hentugt. Hvenær byrjaðirðu?
fyrir 3 árum. Þannig að bara rétt eftir fermingu. Eru margar stelpur? Ekki svo, en við erum held ég 3 ára að æfa hérna. 2-3 ár. Og þetta fer allt fjölgandi, þannig að þetta alveg fínt. Hvað svona heillandi við þessa íþrótt? Hún bara skemmtileg og alltaf gaman að prófa eitthvað nýtt. En maður á að hafa gaman í þessu íþrótt. Þetta á ekki að vera þannig að maður á að lemja hana klessum, maður á frekar að hugsa tæknina og hvernig maður gerir þetta rétt, fattarðu. Hvað æfirðu mikið? Já, hvað ertu annað í viku? Já, hvað oft í viku? Svona oftast 4 sinnum. Maður getur alveg æft 5 sinnum en oftast 4 sinnum.